skógrækt í Tálknafirði var Guðmundur Sveinsson sem var hér á Eyrarhúsum og nátengdur ykkur. Ég ætla að byrja því að kynna mig aðeins. Ég heiti Lilja Magnúsdóttir og ég dóttirinn af Dóru, dóttirinn af Hófjör. Hér móðurbróður minn. Við tengjumst þessi rættin í gegnum Jón, sem amma var gift. Og ég bý hér út á Kvígindisvelli sem bær hér út með firðinum, þar sem við erum með skógrækt. Og ég var svo sem ekkert að spekla neitt í skógrækt fyrir að foreldrar mínir ákváðu að fara í skógrækt fyrir 20 ára síðan. En ég hafði alltaf talað um Gumma Sveins og það var alltaf talað um skógræktina hér og garðinn hér. Og þannig að það er svona þetta svona síast inn í mann með árunum og mig langar til að reyna að segja ykkur aðeins frá Gumma Sveins. Það er alltaf kallaður Gummi Sveins hér og þið aðstoðið mig þið sem munið eftir honum og þekkið til hans. Hann var fæddur hér í Tungu í Tálknafirði, hérna upp í þorpi, 1898 og lést 1969. Hann missti konuna sína, Aðalheiði Guðmundsdóttur, eftir hjónaband, þau voru barnlaus og hann sem bjó hér, var til húsa hér á Eyrarhúsum. Hann vann sem sjómaður og verkamaður lengst af en hann var mikill bindindismaður og stofnaði hér bæði barnastúku, Geislan, og fullorðinsstúku, Neistan. Og síðan eykst áhugi á skógrækt í landinu. Skógræktarfélag Íslands er stofnað 1930 og það að brýna fyrir fólki nauðsyn þess að rækta skóga og vernda land. Og 1943 er stofnað Skógræktarfélag Barðastrandarsýslu. Og þá er það sem að Guðmundur óskar eftir inngöngu fyrir stúkurnar tvær og alla félaga stúkana hér í Tálknafirði í þetta félag. Og það er samþykkt. Þannig að þeir sem voru félagar í þessum stúkum eru jafnframt félagar í skógræktarfélaginu. Heimildirnar sem ég hef rekist á gegnum Skógræktarfélag Íslands er að fyrstu heimildir hér þennan lund sem nú heitir Guðmundarlundur, til heiðurs Guðmundi, er að hér er girð 1944. Girðing sem er 40 x 60 metrar og í hana eru plantað fyrstu plöntunum sem eru minnir mig 40 birkiplöntur og 20 reyniplöntur. Nei, 50 birkiplöntur og 20 reyniplöntur. Það eru fyrstu plönturnar sem fara hérna inn. Og síðan er haldið áfram ár frá ári. Nokkrum árum seinna er girðingin stækkuð aðra 40 x 60 metra og 54 er girðingin síðan stækkuð 2 hektar og þá er hún komin hingað inn eftir. Þannig að við munum ganga hérna út í gegnum skóginn, það er göngustígur hérna og ég stoppa á nokkrum stöðum svona þar sem er skemmtilegt að skoða. En áður en við förum af stað, þá fékk einn félagi ykkar þá hugmynd núna á dögunum að ættarmótið myndi í raun og veru afhjúpa hér einhverju svona minningu Guðmund Sveinsson. Og hann útbjó hérna plata og ég ætla að biðja ykkur Eyrarhúsasystkinin að afhjúpa þetta fyrir okkur. Og hvað sem er nýr. Á plattanum stendur: Takk fyrir trén, kæri vinur. Sveins er ræktinn 20. júlí 2019. Og Guðmundur B. Sveinsson frá Eyrarhúsum. Við erum að setja gleraugun til að lesa hérna neðsta texta. Forvígismaður skógræktar í Tálknafirði. Og víðar alltaf. Og víðar, því að hann var mikill áhugamaður þetta. Og ég segi bara fyrir hönd okkar Tálknfirðinga, takk. Þetta er falleg minning framsýnan mann. Myndi skemmtileg. Ég langar þetta við. Guðmundur Sveinsson, hann var eins og okkar annar faðir og ég man ekki eftir frá því að ég byrjaði mun eftir mig þá var Guðmundur Sveinsson alltaf í kringum okkur og hann átti heima
þetta hjá okkur á Eyrarhúsi hérna. Fluttist með okkur söður, þau fluttist þangað nokkuð seinna að vísu og bjó hjá okkur í Tóttikynni. Já, við komum að Freys og jólinn, já. Hann kenndi okkur að spila, hann var mikið spilakall. Og það var ómældi tímandi sem hann var farið í vist og hann var ekkert í britsinum. En þetta var alveg yndislegur maður. Hvernig tengdist hann ykkur? Hann tengdist okkur þannig að hann var giftur, eins og Lilja sagði, systir hennar mömmu, sem heitir Oktavía, var ekki? Bara hvað er að hennu? Þaðan kemur aðalheiðarnafnið inn í hlutavættinni. Og hérna, já, hún dó þess að Baldur, við vorum að eiga barn. Voru búin að vera gift í rétt rúmt ár þegar að deyra Baldur. Og hann var eiginlega einstæðingur einnig það og bjó alltaf hjá okkur. Þetta er það. Ég er uppalinn við sögur af Gumma Sveins, því að það þekkti hann náttúrulega allir Tappuringar. Og alveg ómældur áhugi hans á skógrækt og gróðri. Við erum enn að sjá hvað hefur áunnist, því að við höfum haldið áfram að gróðursetja hérna. Og það er skógrækt í raun og veru bara hér alveg upp til þá. Margir sem tala um það sem koma keyrandi hérna, vá, hvað er mikið að trjá! Það var ekki til Gumma Sveins. Hefur ekki verið alltaf hérna til skógi? Ég ætla að segja ykkur bara frá, ég var einn þeirra sem var í því að rækta skóg með Guðmundi. Hann fór með okkur á vorin, við vorum allir á gúmmískóm. Það var með fræðpoka með birkifræjum. Og hann var búinn að taka ofan á nokkrum þúfum og slétta. Það var ekki stungið upp, það var bara sléttað og þjappað. Og svo var dreift á þetta fræjum og við vorum látið með gúmmískónum og stappaði þessu niður. Þetta lánaðist eitthvað að þessu. En síðan fórum við í fermingaferðana með Guðmundi, þar sem við fórum svona ýmsar slóðir, hann var að sýna okkur tré, meðal annars á Núpi. En bara sem dæmi mismunandi hugsunarhátt á Vestfjörðum. Við gistum í Trostansfirði, sáum þær í Hlöðu og við Helgi, föðurbróður hennar Lilju, við varum alltaf seinir fyrir, alltaf við erum að reykja út vegg, ég veit það ekki. Þannig að hópurinn farinn inn í Norðdal og þar sagði Guðmundur að væri fallegasti skógur á Vestfjörðum. Og við hittum Grím, húskallinn þarna og sagðum, hvert fór hópurinn? Og við vissum að alltaf farið, við vissum ekki hvað Norðdal var. Þau fór inn í Hrísið, sagði. Og sjónarmiður, þessi Guðmundur leit á þetta sem skóg og talaði með lotningu, en húsmaðurinn þarna, gamall maður, hann hafði vita af þessu sem nytjaskógi, það voru brent í kolagröfum og þau fóru inn í Hrísið. Þetta er svona munur á skógrækt og gamalli nytjahugsun. Við langar bara að nota það ekki verið í lokin að þakka kærlega fyrir þetta.